Gott kvöld og velkomin til okkar hingað í sjónvarpssal á þessu líka fallega vetrarkvöldi. Því miður gat stjórnandi þáttarins Hemmi Gunn ekki verið með okkur í kvöld, en þetta er hvorki meira né minna en 80. og 9. þátturinn frá upphafi í þessari einstöku skemmtiþáttaröð á tali. Ég hef verið beðin að hlaupa hérna í skarðið og mun gera mitt besta til að kynna ykkur fjölbreytt skemmtiefni, þó að vissulega sé erfitt að feta í fótspor gleðigjafans Hemma. En hér verða ýmsir gleðigjafar í kvöld, Árni og Bessi úr Borgarleikhúsinu, leikarar úr Gauragangi Þjóðleikhússins, borgardætur koma í heimsókn, börnin verða á sínum stað og þá kemur Bubbi Mortens og ekki hvað síst aðalgestur minn í kvöld, Guðrún Bergmann, en hún hefur mikið verið í umræðina undanförnu og hefur frá mörgu skemmtilegu að segja eins og við munum komast að hér í kvöld. Nú, gestir okkar hér að þessu sinni eru starfsfólk íslensk-ameríska og saumaklúbburinn Títuprjónarnir frá Borgarnesi. Og þið eru auðvitað í toppformið, ekki? Þetta er æðislegt því að við ætlum að hafa það reglulega skemmtilegt hér í kvöld. Nú, fyrst á atriði þáttarins kemur frá Hlíðaskóla. Það eru krakkar á aldrinum 13 til 15 ára sem ætla að flytja okkur atriði úr söngleiknum Undir Öskjuhlíð. Textinn er eftir Önnu Flosadóttur og lagið eftir Ólaf Þórðarson. Nú skulum við heyra blúslag töffarans Grettis, en það er Björn Thors sem leikur Gretti og honum til aðstoðar er hljómsveit og kór. Gjörið þið svo vel. Nei! Æ, af hverju ekki? Heldur þú að ég ætla að eyða ævinni ykkur að grenjandi stelpu? Ó nei! Ég ætla sko að hala í nóga monni og lifa flott. Verða tannlæknir. Eða lögfræðingur. Já. Þetta peningur. Það er sem mig fari, bæði hryllingur og lost. Hvað geri ég er þessum skóla líkur? Ég hugsa lífsins gæði og hvers ég eigi kost. Pottþétt er ég ætla að verða ríkur. Hann nú meiri gaurinn, allir gott að sjá það. Pottþétt vill hann verða mikið kall og ríkur. Hugsa mest fjallasaurinn, hann engum öðrum manni líkur Ég gæti orðið lögfræðingur, fláráður og snjall. Hefið oft af auminginum aurinn. Þá færi næðingur við húseignanna fall. Allir segðu, þetta er nú meiri gaurinn. Hryllilegur nautasekkur, pensalur og húr. Hann hópast alla stelpur, kæru píkur, yxar sig gæsastekkur. Hann engum öðrum manni líkur með gull í hverri tönn og engilfæran ritara á hnjánum. Brönk á jeppinn risastóri, engin boð og bönn. Ég vaða skal í heimskum stelpu bjánum. Ég vildi vera ritari sem sæta á þig við
Segið svo að unga fólkið okkar sé ekki fullt af hæfileikum og æðislegt alveg. En þá komið að föstum lið þáttarins og mínu uppáhaldsatriði. En það eru blessu börnin. Heyrum hvað þau hafði að segja þegar að Hemmi á sinn einstaka hátt spjallaði við þau fyrir stuttu og börnin koma úr leikskólanum Hálsakoti. Áttu afa og ömmu? Já. Eru þau með svona gervitennur? Amma mín. Er það? Já. Okkur erum með þær? Til svona getur tugt. Hefurðu talið þær? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Akkur tróða aðferðingar fílinn í skáp. Tróðaði fílinn í skáp? Já. Ég veit það ekki. Til að gírafinn étur ekki hausinn á honum. Svo hvað? Gírafinn étur ekki hausinn á honum. Hvað ætlar að gera í sumarestur? Bursta tennar. Og ekkert annað? Losna við býflugunar. 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25. Hvaða matur finnst þér bestur, Elisabeth? Lambakjöt nakklega. Ef þú þyrftir að fá gervitennur, hvort myndirðu vilja fá skollamins úr hesti eða hundi eða ketti? Hundi. Erðu, hvað heitirðu? Auður. Auður hvað? Ómarsdóttir. Ómars. Stóttir. Ómars. Stóttir. Já, já. Einu sinni maður sem átti págauk. Hann fór með hennar bókst. Þannig að segja Kílmann kemman sem var hennar fótboltnum. Þannig að segja áfram ræðsa sem fór með hennar kirkju. Þannig að Kílmann kemman þá var prinsessan reið. Þú snúðum í hringa miðurgóln. Áfram ræðsa sem hendur hún bundlugum. Svona góð farið að prinsessan tilbúin til lendingar. Já. Það kom einu svona til læknis og sagði við hann. Ég held að ég sé orðin að rakvélablaði. Nú, hvað sagði læknirinn? Því er erfitt að kyngja. Ég er svo maður sem fór til læknis og hann sagði við læknir mér finnst ég verið orðin bíll. Sem sagði læknirinn. En býttu bara aðeins og fyndið bílastæði. Hefurðu séð hund? Var ekki hundur í honum? Í sveitinni? Nei, í honum. Í hverri? Hundinum. Nei, það er ekki hundur í hundin. Hvenær ferðu að sofa, Auður? Ég man það ekki. Af hverju manstu það ekki? Af því að ég er sofnuð. Veistu hvað hundar kunna ekki gert það? Nei. Rauði hundarnir. Já. Nú, hér voru að berast, þættirnú voru að berast hérna æðislegir blómvendir og hér stendur innilegustu þakkir fyrir margar ljúfar stundir í gegnum árin, þetta er náttúrulega beint til Hemma, og við viljum gera spakmæli Wagners að þínum, Hemmi minn, örugglega, ég er nú að skálda henni í þetta. Gleðin felst ekki í hlutunum, hún er í okkur sjálfum og þetta er frá starfsfólki íslensk-ameríska. Hefur ekki að klappa fyrir þessu? Og svo er hér annar forkunarfagur. Og það er líklega mynda af Hemma. Mér sýnist þetta að vera eitthvað svona líkt honum. Og á þessu stendur: með kveðju frá unglingaheimili ríkisins, söfnunarfénu verður meðal annars varið til að standa straum af kostnaði við vinnuþjálfun og tómstundastarf unglinga. Með kæru þakklæti frá unglingum og starfsfólki. Og þetta er til Hemma líka. Og þá skulum við vinda okkur í næsta atriðið. Í Borgarleikhúsinu er verið að sýna leikrit sem ber nafnið Gleðigjafarnir.
Það stórkostlegur gamanleikur með alvarlegu ívafi eftir bandaríska leikritahöfundinn Neil Simon. Þessi uppsetning í leikstjórn Gísla Rúnars Jónssonar. Aðalhlutverkin í höndum tveggja af okkar ástsælustu gamanleikara, þeirra Bessa Bjarnasonar og Árna Tryggvasonar. Þeir leika skemmtikrafta sem hafa í áraraðir átt í vægast sagt upp rösugum samskiptum. Við grípum hér inn í þar sem gömlu kempurnar hafa þó ákveðið að láta reyna enn einu sinni á samstarfið og í þeim tilgangi Alli mættur í heimsókn til Villa. Og það eru þessir fyrstu endurfundir eftir 11 ár sem við verðum vitni að núna. Viltu þetta te? Það verði ágætt, já. Sykur? Það hefur átt. Ég á sykur. Ertu keks? Hvað keks? Heilhveitikeks, súkkulaðikeks og kókoskeks. Bara eins og vilt. Kannski ég fái bara venjulegt keks. Ég á ekkert venjulegt keks. Súkkulaði, heilhveiti, súkkulaði, kókós. Allt í lagi? Heilhveiti þá? Já, það í efri skápnum. Náðu bara í það. Kannski á eftir. Þetta leiðilegt að heyra þetta með hennar Lillu. Þakka þér fyrir. Nú, góð kona. Ég kunni alltaf vel við Lillu. Þakka þér fyrir. Hvernig ert þú sjálfur? Guðislof, 7, 9, 13, stafslegin. Annað hef ég nú heyrt. Mér skilst að blóðið í því sé ekki á almennilegri hreyfingu. Það rangt. Það á ágætis hreyfingu. Ég segi kannski ekki allstaðar, en það samt á hreyfingu. Það þess vegna sem þú ert með þessa hækju? Þetta ekki að hækja. Þetta göngustafur. Það má auðvitað líka nota þeirri hækju eða kylfu ef mikið leikur við. Ég hef verið lánsamur, guðsjulof, alveg eins og unglingur. Já, ég var einmitt að velta þessu fyrir mér. Mér heyrðist þú vera komin í mútur. Vissar Steini Eysteins var að deyja? Ég býtur nú við. Hvaða Steini Eysteins? Manstu ekki eftir honum Steina Eysteins?
Já, sá sem rak Sjálfstæðishúsið á Akureyri. Nei, það var Steini Hafsteins. Steini Hafsteins? Nei, Steini Eysteins var með Sjálfstæðishúsið á Akureyri. Það var Steini Hafsteins sem var með Sjálfstæðishúsið á Akureyri. Fyrir þetta það var ekki Sjálfstæðishúsið á Akureyri, það var Alþýðuhúsið á Akureyri. Nei, Denni Freysteins var með Alþýðuhúsið. Steini Eysteins var með Sjálfstæðishúsið. Ég hef nú ekki hugmyndu hverju andskotanum hann var þessi Steini Hafsteins. Hvernig á það líka að vera þegar blóðið er ekki eðlileg hreyfingu? Blóðið er alveg á eðlilegri hreyfingu í hausnum á mér. Það er hins vegar ekki eðlileg hreyfing á því í fótunum á mér. Heldur þú sér nokkuð á leiðinni niður? Bíddu hægur, Denni Freysteins, var það ekki textahöfundurinn? Nei, það var Steini Eysteins sem var textahöfundur. Sá sem samdi harpa með hárið svarta? Já, það er það sem ég átti að reyna að segja þér. Sá sem samdi allir lélegu dagurlega textana. Já, sá Steini Eysteins. Var hann að deyja? Já, í síðustu viku. Hvar? Hérna í blaðinu. Já, auðvitað man ég það núna. En hvað með Steini Hafsteins? Já, það var ekkert hann þar. Já, það var nú ágætt. Ég kunni alltaf ágætlega við Steini Hafsteins. Ég mæli með þessu. Fyrir þá sem ekki eru búin að sjá þetta verk, þetta er mjög skemmtilegt. En þá yfir í allt annað og þó. Hingað er kominn blúskóngurinn Dóri ásamt vinum og ætlar að flytja okkur hressilega blústónlist. Dóri hefur í 5 ár verið einn af framvörðum blústónlistar á Íslandi og hefur hóað í vini og vandamenn í gegnum árin til að leika með sér að fingrum fram. Hér er hann mættur ásamt Jóni Ólafssyni og strákunum okkar, Villa, Magga, Geira og Finnboga og þeir ætla að flytja okkur lagið Mér líður vel. Gítarinn á loft, vinir Dóra, gjörið þið svo vel. Mér líður vel í dag. Mér líður vel í dag. Þú ert komin heim, mér líður vel í dag. Ég vil allt svo mikið, fæ aldrei höfð. Sama hvað ég geri, ég er alveg stöð. En mér líður vel í dag. Þú ert komin heim, mér líður vel í dag. Kemur aldrei heim, reykir þitt hast, þetta gaman gas. En mér líður vel í dag. Þú ert komin heim, mér líður vel í dag.
að hlusta á minnstakosti einu sinni á dag, því þetta sko mannbætandi. Og þá komið aðalgesti þáttarins, en hún líka mannbætandi. Það Guðrún Bergmann. Þetta konan sem gerði allt vitlaust fyrir nokkrum vikum þegar hún lýsti því yfir í sjónvarpsþætti hér að það væri alveg fáránlegt hve konur væru ginnkeyptar fyrir kvennímynd sem búin væri til af fáeinum tískukóngum sem flestir væru hommar og vildu aðeins stráka með flata rassa. Við bjóðum hingað velkomna til okkar kvenhetjuna Guðrúnu Bergmann. Heyrðu tónlistina sem að þið spiluðu þegar komst inn? Já, alveg meira. Þetta var svona alveg ekta, svona væminn, svona einhver hugleiðslu tónlist. Mér leiði svo æðislega vel hana. Men ég var að bíða eftir að koma inn, ég bara... Ég sé það að þú komin í kjól bara. Já. Þessi kjól hannaður af homma? Ég held að hann hafi sloppið fram hjá. Allavega fæ ég að vera með rass og mjaðmir og maga og brjóst. Í kjólnum? Já. Ég sleppi að vera svona alveg flöt og strákaleg. Já. Þegar þú sagði þetta í þessum þætti voru viðbrögðin alveg ótrúleg. Hvers vegna heldur þau að þetta hafi verið? Það voru að koma til mín konur lengi á eftir og segja sko þetta var yfirlýsing aldarinnar. Já. Ég held kannski að konur hafi verið að gera sig grein fyrir því að kannski fyrsta sinn hver það sem að skapar þessa ímynd sem þær hafi verið að eltast við. Já. Og kannski með þessu að þá veitist ákveðið frelsi, þar geta þá farið að verða konur. Við erum jú alltaf fæddar sem konur en við kannski höfum ekki hugsað að vera konur. Já. Ég tók ákvörðun það fyrir svona 5 árum síðan eins og uppleitt og ég var að opna betra líf að ég ætlaði að vera konu og lét meðal annars vaxa á mér hár til svona staðfestingar það. Ég væri ekki lengur strákur með stutt hár. Já. Því að við höfum verið svolítið uppteknar af því konur að vera að keppa við karlmenn með því að herma eftir þeim en við getum alveg verið jafn okkar þeirra með því að vera bara konur. Já. Ég man líka eftir því þegar þú komst þarna fram í þessum þætti að það hefðu margir orð á því hvað þú værir, hvað þú geislaðir af orku og lífsþrótti og litir rosalega vel út. Ekki það að það væri neitt skrítið og litir vel út. Nei. En það var alveg, það var mjög magnað að fólk var að tala þetta fyrir svona óhefðbundnar leiðir í bæði ræktun sálar og líkama. Já. Ég vil nú segja ég voru ánægð að sést að geislar frá mér orka því þá kannski sést árangurinn árangurinn af þeirri vinnu sem ég að vinna. Já. Ég hef náttúrulega breytt lífstíl á undanförnum árum. Ég hef breytt neysluvenjur, til dæmis hvaða mat ég neyti og annað þess að þar og ég hugsa allt öðruvísi líkamann heldur ég gerði hér fyrir nokkur mánuðum síðan. Ég er miklu meðvitaður að hann starfstæki mitt og ég get notað hann til þess að vinna og gera ýmsa hluti sem ég að gera í lífinu. Ég busta alltaf húðina á hverju morgni, allan líkamann og andlitið og ég hugleiði á hverjum degi og ég stunda líkamsrækt með 6 daga vikunar. Já. Og ég held að skila sér í einhverju, vonandi. Það hljómar svona eins og bráð býður mér eftir að fara að vaksa því svona vængjastubbar aftan og maður sér geislabögin alveg bara. Þeir ekki komnir? Nei, þetta ekki þegar maður byrjar og þá finnst maður þetta erfitt að því maður að breyta úr þessu gamla sem maður hefur verið í. En svo þegar maður heldur þessu áfram, þá verður þetta ekkert erfitt, þetta verður skemmtilegt og ég kýsa að líta á þroska og þá persónlega þroska sem leik en ekki sem vinnu því að ef ég kallaði vinnu þá verður þetta svona þungt og erfitt en ef ég segi þessi leikur þá er það létt og skemmtilegt. Já. En hvenær var það eiginlega sem að þú byrjar á þessu fyrst, þessu miklu breytingum í þínu lífi? Í lífi mínu? Já. Ég held að við fáum öll svona, viðvörunarkall eða við erum vakin á einn eða annan hátt og við tökum ekki alltaf fyrstu vakningu eins og þegar við erum að vakna á mótnan og láta klukkuna hringja nokkur sinnum. Hlustum ekki á boðin, skilur. Og ég fekk svona ákveðna viðvörun 85 þegar ég uppgötaði að ég var með sveppasýkingu og það var það eitthvað sem ég þurfti að berjast við aðalega með breyttu mataræði og ég tók á því af svona ákveðni hörku fyrst til að byrja með, svo dalaði krafturinn og ég segi aftur í svona gamla, ef við getum kallað samningstímabilið þar sem ég borðaði svona 80% tímanum heilbrigt og svo var ég svona smá narta 20% tímanum
og má segja ég hafi svona verið að fleyta mér í gegnum það varðandi mataræði þangað til fyrir svona tæpum 2 árum síðan. Ég virkilega Hættir allir í vitleysu? Já, ég var orðin það veik að líkamlega ég bara þoldi ekki lengur svo að ég breytti og sem sagt hef í raun alveg umsnúið lífinu mínu frá þeim tíma. Já. En þú var það ekki sykurfíkill og Jú, ég myndi segja það, ég væri alveg hreint að bestu gerð, sko, ég var svona, maður verður kannski sér sykurfíkill ákveði eins og alkohólistar. Maður kaupir sér nammi og felur það til að engi sjá ef maður eigi það eða sé að borða það. Maður borðar í felum þegar aðrir sjá ekki til. Og maður hefur enga stjórn á magninu sem maður borðar þegar maður byrjar og mér var svona eitt mjög sjokkerandi dæmi sko að ég fór út í Hagkaup og keypti svona 2 pakka Lion Bar og í því eru 3 Lion Bar, svo fór ég með þetta heim og á 20 mínútum þá kláraði ég 5 stykki bara svona og ég náttúrulega fór alveg í sjokk sko, hvað er að gerast, þú er enga stjórn á því sem mér að ræða sko. Og það er svona partur af að skilja í hvaða munstur maður er komin. Já, að þú talar að skilja í hvaða munstur maður er komin. Af hverju heldur þetta sé svona algengt? Nú erum við sko meðal þeirra þjóða sem að neyta hvað mest sykurs. Hvað er að gera? Ég get ekki kannski beint útskýrt. Ég held að sé sko breytt mataræði hefur leitt til þess að við erum alltaf að borða orku minni mat, þannig við fáum ekki í okkur þann kraft sem við þurfum að fá og þá leitum við í sykurinn til að fá svona skyndikraft. En jáfnframt þá, hvað ég segja, hinn eðlilegi kraft við göngum á orkubyrði líkama sem við borðum svona mikið sykur og það er kannski þær sem ég hef byggt upp með því að borða það meira hrámeti og grænmeti á síðari ár. En núna, þú sagðir einhvern tímann sko að þér fyndist eins og þetta væri tengt lágu sjálfsmati. Hvernig Já, ég hef vil halda því fram að við séum í raun sko að borða ofan í tilfinningarlegan sársauka. Og að við annarkvort borðum eða reykjum eða drekkum eða neytum einhverja lyfja til þess að sko í raun þjóna tilfinningum okkar eða fullnægja þeim. Við erum að svona með sykrinu þá við erum tilfinningarlega særð og þá fáum okkur eitthvað til til að slá á þau særindi og það verður oft í formi sykurs og svo verður þetta að fíkn. Já, það verður það út af því að við kunnum okkur engin mörk og okkur þykir ekki vænt okkur sjálf, þess vegna þurfum við að vera að fylla eitthvað tilfinningalegt gap. Veistu það, Guðrún, ég trúi þessu alveg sem þú segir, en ég sé alveg fyrir mér núna þá sem sitja heima með prinspólóið alveg inn á leiðinni, þú veist, býttu hvað er nú að mér? Það er ekki sko, það er auðvitað til fólk sem getur borðað sætindi og getur hægt. Alveg svo til fólk sem getur smakka vín og getur hægt. En svo er til annað fólk eins og ég sem ég ræð ekki magninu þegar ég byrja, svo ég verð að sleppa því. Ég held að sé mjög margir í þessum sporum. Og kannski miklu fleiri heldur en gerir sig grein fyrir því sko. Ég verð aðeins svona, við erum ofsalega góðu róli á spjallin okkar alltaf. Ég á litla frænku. Já, alveg rétt, já. Sem að bað mig að segja hæ við sig, svo ég verði að segja hæ Herdís. Þá er Herdís búin að fá kveðinu. Já, búin að fá kveðinu, svo við getum haldið áfram spjallinu. Við skulum gera smá hlé núna, vegna þess að þú þekkir hann, og við þekkjum hann öll. Hann er algjört æði. Við ætlum að fá hingað í sófann til okkar alþýðuhetjuna og átrúnaðargoðið Bubba Morthens. Já, bara endilega. Stórslýs. Einmitt. Þú sé fýtt svona? Já. Þú sláir ekkert í hann? Það er fínt. Nei, gott. 1, 2. Ætlar að vera svona, þarft að vera aðalnúmerið, nú sé ég ekki Guðrún. Nei, málega bara það sagði mér enginn að ég ætti að setjast í sófann á seinustu stundu. Nei, stúlku, ég vinka henni hérna undir. Látið ykkur dett í huga ef maður geti skýrt á svona fegurð. Guðrún, við þurfum að fá þetta skriflega. Já, alveg. Heyrðu, ég sé Bubba það stendur á gítarnuðinum, atvinnuleysi er komið til að fara. Mikið rétt. Og við segjum atvinnuleysi stríð á hendur. Já, takk fyrir. Og það tengist tónleikum sem að þú og fleiri standa fyrir, ekki? Já, 11. apríl í Borgarleikhúsinu til þess að bæði styrkja samtök atvinnulausra. Það gefa allir sína vinnu sem koma þarna fram og líka til þess að vekja kannski upp
þessa umræðu að atvinnuleysi kemur okkur öllum við, líka þeim sem erum í vinnu. Þetta hefur áhrif á allt þjóðfélagið í heild sinni. Og þegar það búið að vera hamra á því í langan tíma að þessi atvinnuleysi sé komið til að vera, ég mótmæli því alfarið. Ég sé eins og Magnús Geving, Þolfheim kennari, hann segir jákvætt hugarfar atvinnuskapandi. Jákvætt hugarfar atvinnuskapandi og það flottu frasi. Og síðan það að fara af stað með herferð nýja, það ekki, gegn atvinnuleysi? Jú, þetta bara byrjunin. Þetta bara byrjunin og fyrsta uppákoman vonandi af mörgum sem við ætlum að reyna að halda út sem sagt ári með og hættum ekkert fyrr en bara þessi barlómur séu horfin. Og hvað eigum við nú að gera, svona þessi almenni borgari, til þess að leggja okkar að mörkum? Hvað myndir þú segja að vera aðalatriði? Fyrsta aðalatrið það að ég held að við ættum að ræða þessa hluti og kynna okkur þessa hluti. Það eru fjölskyldur á Íslandi sem þurfa marga hverjar til dæmis að fá mat gefins og þetta þvílíkt böl að fólk sem atvinnulaust leita sér ekki hjálpar fyrir en öll önnur ráð hafa brugðist og þetta hefur svo mikið með að segja með stolt og annað að það má segja að fólk sé fatlað því að þetta svo mikið skipsbrot og þetta eyðileggur fjölskyldur, þetta leysir upp fjölskyldur og þetta hefur alls konar neikvæð áhrif. En ekki líka eitt sem við þurfum að gera og ég trúi því að þú sért byrjaður á því og það til dæmis alltaf þegar maður kemur inn í Hagkaup eða einhverja búðir að velja alltaf íslenska vöruna, alveg sama. Jú, nema rauðkálið. Nema rauðkálið. Það munar svo rosalega á dönsku og íslensku. Í alveg? Alveg bara. Nú heyri ég þetta sem eru með rauðkálið. Lækka rauðkálið, við verðum að lækka rauðkálið. Já, þetta fínt innlegg, en þú ætlar að spila fyrir okkur eitt lag, eða ekki? Og frumflytja það hérna. Frumflytja fyrir okkur lag, sem heitir Atvinnuleysi komið til að fara. Það ekki öðruvísi. Og viltu ekki bara drífa þau og taka það fyrir okkur? Endilega, takk fyrir mig. Takk. Sæll maður, vinnulausi maður, hvar þinn staður? Hagfræðingar remba sem rjúpa við staurinn, reyna að sýna í þetta fór aurinn. Málið sem þeir tala, tölvur aðeins skilja, tómleikaspekinar erfitt að hylja. Huldaspann og hjartað brann, atvinnuleysi telpan fann. Kerfi getur ekki sinnt með sóma sínu eigin fólki og orð þess hljóma. Vissulega þurfa allir eitthvað niður skera, atvinnuleysi komið til að vera. Þá skulum við allir einu rómi svara, atvinnuleysi komið til að fara. Huldaspann og hjartabrann, atvinnuleysið brýtur mann. Maður þarf að borga brauðið sitt á mjólk, bak við tölur og styrkir lifandi fólk. Ef ekki hægt að tryggja línu lágmarkskjör, löngu kominn tíma það að finna ný svör. Kerfið hefur brugðist á borguninni sú, brotin heimilin víst hafa trú. Huldaspann og hjartað brann, enga vinnu telpan fann.
Spilling og svínari í felum inn í flokkum, fagurgalla veiðimenn í öllum flokknum. Þú mátt vera bankastjóri stóllinn þinn, í stjórnsnöllu draslunni svo það hinn. Hann vill verða sendiherra, sendum hann á stað, staurblind alþýðan sér aldrei hvað að. Hulda, spann og hjartabragð, loksins telpan vinnur fann. Kvótaleysi, bjargleysi, heilsuleysi hljómar, getuleysi, ráðuleysi, svefnleysi ómar og kjöftum þessara manna myrkri streymir. Mikið vildi vita hvað þingmanninn dreymir, fyrir vestanir fólki farið að brýna stálið, finnur ekki hítan, þetta alþýðu bálið. Hulda, spann og hjartabragð, Hulda efni í byltingamann. Takk fyrir. Guðrún, þú hefur oft talað mikilvægi þess að vinna með atvinnuleysi, að reyna að snúa því og skoða atvinnuleysi sem tækifæri til nýrra hluta. Já, ég held að við verðum að taka það sem tækifæri til aukist þroska á einhvern hátt og fólk sem að verður fyrir því að verða atvinnulaust, að það verður oft fyrir miklu tilfinningalegu áfalli og það verður oft fyrir miklu sjálfsmatas og sjálfsvirðing verður fyrir miklu áfalli. Og ef að, nú náttúrulega hef ég aldrei orðið atvinnulaus og ég ekki að tala af eigin reynslu í þessu tilviki, en ef að þeir sem eru atvinnulausi geta séð þetta sem tækifæri til að þroska sig og breyta lífi sínu í staðin fyrir að falla á hann í eymdina, að þá hægt að vinna úr til dæmis allskins tilfinningarlegum málum og vanmetakennd og öðru þess aftar og byggja sig upp og þá kannski eiga ný tækifæri í lífinu. Við erum alltaf svo föst að því við munum á skrifstofu getum við aldrei unninum á skrifstofu, skilur við festum okkur líka svolítið í því hvað það sem við getum tekið okkur fyrir hendur og kannski í gegnum einmitt svona tækifæri að þá getum við þroskast og eitthvað skemmtilegt og nýtt getur skeið í líf okkar. En þá ertu ekki að tala þá að þá verði allavega mesti kvíðin að vera aðeins gengin yfir, til dæmis kvíðin fyrir því að hafa bara hreinlega ekki nóg að borða. Já, það eru þetta náttúrulega, maður þarf að byggja upp traust og maður þarf að byggja upp fyrst og fremst kannski traust á sjálfan sig, því að það er það sem að skortir svo oft hjá fólki, sjálfstraust. Og þú veist, ef ég spyr þig, treystir þú öðrum konum eða treystir þú öðrum mönnum eða treystir þú sjálfur, myndir aðeins þurfa að hugsa hvort þú getur sett já við allir þessu spurningum. Og þá náttúrulega erum við komin að því hverjum treystu við og það þá ekki trausti hér innra með okkur sem við þurfum að byggja upp til þess að við getum tekist á við þau verkefni eins og kannski atvinnuleysi er. Nú getum við náttúrulega ekki farið neitt dýpra út í þetta er náttúrulega miklu flóknara mál. Að sjálfsögðu. En þú hefur talað líka oft mikilvægi þess að vinna með barnið innra með þér. Partur af svona tilfinningalegri vinnu þar segir þau þurfum að vinna okkur úr fortíðinni. Við höfum orðið kannski fyrir allskis áföllum sem lítil börn og það þarf ekki endilega að vera einhver sem við höfum umgengist hafi verið svona vondur við okkur. Heldur það spurningum hvernig við tókum því. Og við höfum kannski orðið fyrir einhverjum særindum og við lokum þessi særindi eins og svona í smá hólfi í heilanum og við hleypum engum að. Sásökin var of mikill til að getum umborðið þegar hann gerðist og svo geymum við hann áfram þarna inni. En þetta er svona eins og ef við hugsum okkur við séum ein heild eða eitt hringur, það séum við sjálf, sálin, þá eins og við höfum skilið eftir allskis brot á lífsleiðinni við þessa atburði og við verðum að fara tilbaka, gera þetta upp, sækja minninguna, sækja atburðina, jáfnvel upplifa það upp á nýtt og vinna úr því þannig minna hér í hug okkar og vinna úr því og taka það inn í okkur eins og við erum í dag til þess við verðum heil, annars erum við þú veist, hérna 43 ára kona með 6 ára gamalt sært barn inn í sér, skilur hvað við og þá kannski eru viðbröð mín þegar ég er að verði undir einhverju tilfinningulega álagi, þau verði ekki viðbröð fullorðna konu, heldur litla barnsins. Hvaða leiðir eru helstar sem að þú hefur skoðað í? Það eru náttúrulega ýmsa leiðir til í þessu, vinnan með barni innra með sér er í raun alveg sér vinna út af fyrir sig og margir hafa kosið að fara til dæmis í gegnum sálfræðinga en það er allskyns námskeið og
hvað ég segja, svona aðstoðarleiðir sem eru til, það er mjög oft í gegnum hugleiðslur, að skrifa barninu bréf, tengjast í þannig, en í rauninni alltaf að þú þarft að fara í huganum tilbaka og finna atvikið eða atburðin. Dáleiðsla hefur stundum verið notað ef fólk hefur lokað mjög mikið á reynslu sína, þannig að það vill alls ekki láta hann að koma fram. Hérna, nú er ég vissum að margir eru forvitnir að vita aðeins svolítið meira þig. Hver er þessi kona? Ég kemur með alla þessa skrýtnu hluti og er að tala þessa svona spooky hluti. Já. Duló. Hvert er þitt aðalstarf í dag? Já, þau eru nú nokkur. Mér þykir svo gaman að gera hluti. Ég er alltaf komið með puttan í eitthvað áður ég veit af. Ég rek verslun sem heitir Betra líf og það má segja að það sé kannski mitt aðalstarf. Hvernig verslun er það? Það er verslun með svona bækur og snældur og orkusteina, snyrtivörur, reykils og ýmislegt fleira sem er fyrir fólk sem vill rækta sig sjálft og vinna að eigin þroska. Svo kallar svona sjálfshjálpar bækur? Já, einmitt og sem geta stutt þig bæði andlega og líkamlega ef þú vilt gera einhverja breytingar á eigin lífi. Svo hef ég verið með þátt á aðalstöðin á mótnana frá 9 til 12 þar sem ég er að fjalla samskonar málefni og meðal annars kannski brotiblaði sögu útvars þátt á Íslandi með því að vera með hugleiðslu á hverju mótni. Og klukkan hvað er það? Svo ég getist... Klukkan 9:30 bara stilla inn. Já. Og svo hef ég verið með námskeið sem ég kalla sjálfsræktar námskeið og ég hef nú aðalega verið að vinna með konum að því að ég tel að sé mér mikilvægt að konur læra að vera meðvitaður hverjar þær eru og hvað þær í raun kannski gegna miklu lykilhlutverki í framtíðarsköpun heimsins eða þjóðfélagsins ef við byrjum þar og það þarf auðvitað alltaf að koma í gegnum það þær séu meðvitaður hverjar þær eru. Svo hefur nú verið að búa til einhver spil, eða ekki? Jú, svo hef ég verið að skrifa. Nei, svo hef ég verið að skrifa og mér er mjög skemmtilegt. Ég sótti skal segja inngöngu í rithöfundasambandi og þið neituðu náttúrulega? Nei, ég fékk hana nú en þeir gáfu mér nafnið Dulfræði rithöfundur og mér fannst það svolítið fyndis og ég setti aftan á bókina, Víkingakortin. Dulfræði rithöfundur? Já, þetta er þetta duló, það fær að hanga með mig. En þessi Víkingakorti voru gefin út núna fyrir jólin og ég fékk hugmynd af þessu fyrir nokkrum mánuðum síðan en setti þetta ekki framkvæmt fyrir í fyrra vetur eða í janúar í fyrra og þá náttúrulega var ég bara með svona skissu hugmynd af hvernig ég vildi að kortin liti út en nokkuð ákveðna hugmynd af bókinni svo ég fékk til liðs við mig á Ólaf Gunnar Guðlaugsson sem teiknaði síðan myndirnar á kortin svona sem ég segi mjög fallegar og íslenskulegar og skemmtilegar myndir. Hugmyndin er byggð á þessu, hvað ég segja, andlega lífi sem að víkingarnir sem námu hér land lifðu og á þeirri seiðmenningu sem var hér sem aðrir kalla sjamanisma. Ég hef kynnt mér sjamanisma dálítið hjá öðrum þjóðum. Býtu sjamanisma, það er seiðmenning, fólk sem fara að detta út. Já, það er ákveðin tegund af, hvað ég vil segja, tengingu við dulvitundina og tengingu við önnur raunveruleikastig heldur en það sem þú og ég erum í akkurat núna. Og þetta var mjög sterkt meðal þeirra sem bjuggu hér á landnámstímanum því að ákvörðun Þorgeirs ljósvetningagoða það til dæmis að það yrði tekin kristni hér á Íslandi hún er mjög svona sjamanísk eða seiðmannsleg ákvörðun því að hann fer undir feld í 3 daga til í raun að tengja sig við sinn æðri mátt, Guð eða hvert sem það var til að fá þaðan leiðbeiningar og taka í framhald af því ákvörðunum. Þú ert búin að markaðsetja þetta, er það ekki á erlendu markaði? Ég er að vinna að því, það var mjög skemmtilegt. Ég fékk spilin prentuð í Sviss á sínum tíma af því að það var ekki svona spila, hvað ég segja, framleiðendur hér heima og í framhald af því þá þýddi ég bókina yfir á ensku
og senda hana síðan út til Bandaríkjanna til fyrirtækis þar og spurði hvort að þeir væru tilbúin að markaðssetja þegar ég væri búin að gefa sjálf út útgáfuna og þeir hringdu tilbaka, þar sé fyrirtæki sem heitir US Games í Bandaríkjunum sem stærsta spilafyrirtæki í heimi og vildu fá leyfi til að gefa hann út sjálfur. Atvinnusköpun, þú verður að koma með allt hingað heim og við verðum að fá að smíða þessi spil hérna heima. Það nú það sem mér fannst það svolítið sorglegt að geta ekki látið prenta þau hérna heima en það bæði kostnaðarlega séð og eins var ekki geta til að gera þetta ekki prentsmiður sem gátu gert. Guðrún, ég finn alveg við værum alveg dottið niður í klukkutíma þátt, við verðum bara að geyma það en tíminn alveg runnin frá okkur og ég var hérna með fullt af punktum sem ég ætlaði einmitt að koma inn á en þetta svo venjulega þegar það gaman að hafa tíminn allt í einu búinn og nú ég bara að þakka þér kærlega fyrir komuna og við verðum að snúa okkur aðeins á öðru. Og ég bara takk sömuleiðis, ég ætla að fá að segja bless við Herdísi frænku mína. Þú voru að segja mér nánar frá spilunum seinna. Ger það. Okay. Og þá komið að eldri borgurunum. Þeir eru allt og oft út undan. Fólkið sem að stýrði landinu á undan okkur og nýtur lífsins eftir langan starfsaldur. Við hefðum öll gott af því bæði að sinna þeim meir og hlusta betur á þau. Hingað í kvöld komin hress danshópur frá félagsstarfi eldri borgara í Reykjavík. Þau hafa æft saman síðastliðin 3 ár undir stjórn Sigvaldar Þorgilssonar og ætla núna að sýna okkur brot úr frönskum hirðdansi sem nefnist Lancia. Við skulum gefa þeim gott klapp. Móeiði Júníusdóttur og Eyþór Arnalds þarf ekki að kynna fyrir ykkur, en þau hafa nýverið stofnað hljómsveit sem þau kalla því undarlega nafni Bong. Með Móeiði og Eyþóri spila þeir Guðmundur Jónsson og bræðurnir Kristinn og Guðlaugur Júníussinnir. Nú í vikunni kemur út safndiskurinn Ringulreif, en þar eiga Bong 2 lög. Við skulum nú heyra frumflutning þeirra á laginu Furious, en lag og texti eftir meðlimi hljómsveitarinnar. Gjörið svo vel.
Þá komið að öðrum föstum liði í þættinum sem loftkastalinn. Guðný, þú veist alveg hvernig á að gera það, ekki? Tekur ekki bara við? Jú, komið sæl og blessuð og verið velkomin í næst síðasta loftkastalan. Í loftkastalanum hafa safnast á góðar peningarupphæðir til handa féþurfa líknarfélögum. Sigurbjörn Bárðarsson, íþróttamaður ársins 1993, á metið í peningasöfnun en hann náði að safna 177.000 krónum í síðasta loftkastala. En það fyrirtæki sem mun styrkja okkur hér í loftkastalanum í kvöld Síld og Fiskur, ef við ekki að fá bjóða velkomin fulltrúa, Eyjólfur Guðmundsson gjörðu svo vel. Vertu velkomin, Eyjólfur. Takk fyrir. Síld og Fiskur var 50 ára í gær og í tilefni af því mun fyrirtækið veita þá fyrirtækinu þá ánægju að gefa því líknarfélagi sem dregið verður úr pottinum í kvöld upphæð alltaf 200.000. Já. Njótið það vel. Það flott og þið náttúrulega eru öll að vilja gera til þess að láta gott af ykkur leiða og hjálpa þeim sem eru hjálpar þurfi. Já, og vonum að loftkastalinn gefur háa upphæð. Já, við skulum vona það og við náttúrulega þökkum ykkur alveg kærlega fyrir og ég óska ykkur til innilega til hamingju með 50 ára afmæli. Þakka þið fyrir. Og hér ávísunum upp á. Já, þakka þið kærlega fyrir og ég bið bara voðalega vel að heilsa samstarfsmönnum við Síld og Fiski. Þakka ykkur kærlega fyrir. Gestur loftkastalans í kvöld nemi í Fósturskóla Íslands. Hún vinnur sem ræstingakona í hjástörfum. Eigum við að bjóða velkomna nýkrýnda fegurðardrottningu Reykjavíkur, Margrét Skúladóttir gerðu svo vel. Velkomin. Ég var bara næstu búin að gleyma nafninu þínu, það nú ekki nógu gott. Svona þekkt manneskja, en þú ert náttúrulega nýkrýnd, fegurðardrottning Reykjavíkur og ég óska þér innilega til hamingju með það. Já, takk. Þetta náttúrulega mikill áfangi fyrir þig, eða ekki? Jú, fylgir. En segðu mér eitt, nú náttúrulega ert þú nýbúin að taka þátt í þessari keppni, en hvernig það? Ekki allt salgætisátt bannað meðan þangað til að fegurðarsamkeppni Íslands yfirstaðin? Ég meina ekki bara púl og heilsufæði þangað til að þú keppir? Það svona skipta skoðinu við það. Það? En þú sem sagt þarft Maður reynir. Það sem sagt ekki bannað? Nei, það náttúrulega ekki bannað, en það náttúrulega ekki æskilegt að sé það missi salgæti. Nei. En þú svona kannski stelst stundum til, en það ekki? Jú. Ég ætla að biðja að fylgja mér hérna í loftkastalann, Margrét. Svo ég mun nú nafnið þitt, Margrét Skúladóttir. En þú mátt ekki byrja að safna fyrir en að ég gefi merki með höndinni. Peningarnir munum byrja að þyrlast upp, en þú kannski býður. Við skulum bara fá peningarnir þegar ekki, láta það þyrlast upp núna. Fljótlega. Og þá það bara, ekki bara byrja á þessu. Gjörðu svo vel. Þú rakka mér henni. Þá þetta búið hjá þér. Mér sýnst að staðið vel, gjörðu svo vel að fylgja mér hérna út. Víkur allt út, hvernig gjörðu svo vel? Jú, þú stóðst þig mjög vel. Þú ert náttúrulega mikil keppnismanneski, eða ekki? Gjörðu svo vel fylgja mér með þetta? Ekki? Þú heldur ekkert að þjálfunin fyrir fegurðarsamkeppni Reykjavíkur hafi hjálpað þér í þessu? Heldur ekki? Ekki alveg séð það. Ef að láta peningana fara hérna ofan í pokann? En þú ert nú kappsum, sé ég, og það einu vel. Drættilega við tökum peningana eftir. En Margrét, ég ætla að biðja þig að draga hérna eitt af þeim 100 líknarfélögum sem eru hér í skálinu og það líknarfélög mun síðan fá peningana gjöf frá þér. Draga hérna eitt út og það er náttúrulega að bíða allir í ávæni, ekki? Og það er Sjálfsbjörg Árnessýslu sem fær peningana gjöf. Þetta er flott hjá það, Margrét.
þér. Ég þakka þér kærlega fyrir góða frammistöðu, þú stóðst þig vel eins og við var að búast. En Vala, ég bara kem síðan með peningaupphæðina. Þú fer bara að telja? Já, ég fer að telja. Blessuð. Einu sinni enn er Ólafur Haukur Símonarson rithöfundur búinn að slá í gegn með nýju íslensku leikriti Gauragangi sem Þjóðleikhúsið sýnir þessa mundir. Við skulum aðeins kíkja inn í heim unglinganna, þennan ruglaða heim sem við öll þekkjum svo vel þar sem ástin tekur öll völd. Við skulum bjóða velkomin Ingvar E. Sigurðsson og Steinunni Ólínu Þorsteinsdóttur. Ég verð að sjá þitt forkláraða andlit. Linda Júlía. Ert þetta þú? Ormur Rómeó? Já, þetta er ég, Linda Júlía. Rjóma kaffi ég Rómeó gef, svo renni úr honum sótt og kvef. Handleggina, ætlar hún að kyrkja mig? Er hann sá rétti, er hann engum líkur? Ætli hann geti orðið nógu ríkur? Er hægt að temja hans trylltu lög?
Guðný komin hérna með tölurnar. Hvað taldir mikið, Guðný? Já, þetta var mjög gott hjá henni Margréti. Hún náði að safna 168.500 og það er Sjálfsbjörg Árnessýslu sem fær þessa peninga hér. Æðislegt. Ef ekki að klappa fyrir því. Og svo þökkum við auðvitað fyrirtækinu Síld og Fiski fyrir framlagið. En þá er komið að lokaatriði þáttarins í kvöld og það eru hinar hugljúfu borgardætur. Það er Ellen Kristjánsdóttir, Berglind Björk Jónasdóttir og Andrea Gylfadóttir. Það er ætlað að flytja okkur lagið Brauð Búða Búgi. En þeim til aðstóðar eru Pálmi Sigurhjartarson á píanó, Björgvin Plóter á trommur og Þórður Högnason á kontrabassa. Gjörið svo vel. Kallinn hann er óður í kökur og kökur, kallinn hann er óður í kökur og snúð. Kallinn hann er óður í kökur og kökur, ef þið vill líka kökur og snúð. Lalli Lassi, mín er veik, flensa sem spáð var komin á kreik. Náði læknir sem fíknar þér og lækna það sem batnar forsum. Elskan litla vill kökur, elskan litla vill snúð. Kökur og snúð. Hýja, hýjara, hýja, hýjara, hýja, hýjara. Rídidi, 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 hýja, hýjara, hýja, hýjara, hýja, hýjara. Rídidi, rídidi, rí. Þegar því þú slæst inn í búð, reynd að næla þér kökur og snúð. Hrærðu degið undir súð, en þar til þú bakar kökur og snúð. Og elskar litla við kökur, og elskar litla við kökur, og elskar litla og fæ sér bara kökur og snúð. Kökur og snúð með glas og dyrjam, dyrjam, dara. Kökur, sneið og snúð. Svo kemur vopnavaldir, það vekur úr húðfætt og er gæður flóndar það í kökur og snúð. Því fangelsbíl með fang og bút og varst að vera þarna upp á kökur og snúð. Elskar hennar mamma vill kökur og kökur, elskar hennar mamma vill kökur og snúð. Elskar hennar mamma vill kökur og kökur, Rick Roll. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. That's what I need. Oh, mamma, farðu til búð. Hjá okkur í kvöld, það er komið að lokum, þetta er búið svo skemmtilegt í tími við alla hætta, en ég vil þakka öllum gestum þáttarins fyrir komuna, áhorfendum hérna í sjónvarssal og ekki síst ykkur sem að heima sitjið fyrir mjög ánægilega kvöldstund. En síðasti þáttur vetrarins verður svo að hálfum mánuði liðnum og það verður sko alvöru Hemmigun með sjálfum Hemmagun. Verið þið sæl, látið ykkur líða vel og Guð verið með ykkur.